Kæru vinir, það mér mikill heiður að fá að tala við ykkur hér í dag á nýju ári og ekki síst vegna sem ég þykir svo vænt Vídalínskirkju og á svo margar góðar minningar héðan og mun líklegast skapa fleiri. Þannig að takk kærlega fyrir að bjóða mér að eiga við ykkur orð. Ég í eilífri togstreitu. Heimsýn mín byggir á að trúa á hið góða í öllu fólki og gera ráð fyrir því að annað fólk sé yfirleitt að gera sitt besta með þau tækifæri sem það hefur. Fólk gerir mistök, já, en fólk líka fært að læra af þeim og gera betur næst. Ef það eitthvað sem ég reyndi sem kennari að koma inn í höfuðið á nemendum mínum þá var það einmitt þetta. Við gerum mistök, við berum ábyrgð á þeim, við lærum af þeim. Því við höfum öll mannkosti til að bera sem við getum ræktað með okkur. Á sama tíma, og ég trúi því að allt fólk sé gott að upplagi, hef ég varið stórum hluta minna fullorðinsára í störf fyrir mannréttindasamtök sem mikill styr stendur jafnan og sem hafa mætt aukinni andstöðu á undanförnum árum. Ég hef líka starfað í stjórnmálum og horft upp á aukna heift sumra stjórnmálamanna gagnvart fólki sem flýr til Íslands, jafnvel gagnvart fólki af erlendum uppruna almennt. Undanfarið ár höfum við svo öll fylgst með heiminum standa hjá á meðan þjóðarmorð framið í beinni útsendingu á samfélagsmiðlum. Margt af því sem gerist í heiminum ber þess vegna ekki vott góðmennsku eða umhyggju fyrir öðru fólki. Og það getur tært mann upp að verða vitni að því aftur og aftur. Vonbrigðin sem felast í því að hafa rangt fyrir sér fólk, vonbrigðin sem felast í því að ráða fólk standa ekki undir þeim væntingum sem maður gerir til þeirra. Vonleysi sem fylgir því. Ég hef síðan ég var barn reynt að skilja hvað fær fólk sem í kjarna sínum gott til þess að gera hluti sem eru það ekki eða líta undan þegar aðrir koma illa fram, meiða samferðað fólk sitt með orðum eða gjörðum. Það má eiginlega líta svo á að ég sé í sífellu að reyna að láta heimsmynd mína ganga upp. Hvernig getur allt fólk verið gott og á sama tíma og sumt fólk verður fyrir barðinu á fordómum, niðurlægingu og ofbeldi. Ég rakst á grein nýverið þar sem talað var við alþjóðlega sérfræðinga sem hafa borið manninn saman við önnur dýr. Tilgangur greinarinnar var að varpa ljósi á sérstöðu mannkyns samkvæmt vísindunum og það sem gerir okkur sérstök, það sem gerir okkur að manneskjum í raun þrenning. Mannlegt mál sem gefur óendanlega möguleika til nýsköpunar, tengingar, viðhaldsþekkingar, færni okkar til þess að átta okkur á tilfinningum annarra og loks eðliskvöt okkar til samvinnu sem grunnur allra framfara. Ég ætla að leyfa mér að einfalda þessa þrenningu, samtal, samkennd, samvinna. Hvert og eitt einasta mannsbarn kemur í heiminn tilbúið fyrir mannlegt mál. Við erum hreinlega gerð til þess að tileinka okkur það án sérstakrar tilsagnar á barnsaldri og til þess að nota það án mikillar umhugsunar allt lífið. Orð eru til alls fyrst stundum sagt eða í upphafi var orðið, svo í vitni Jóhannes og Guðspjall. Þetta sannleikur. Tungumálið límið sem heldur samfélögum okkar saman. Það líka forsenda samkenndar þvert á samfélagshópa. Til þess að skilja hvert annað verðum við vitanlega að tala saman. Í samtali felst líka að hlusta á sögur hvers annars, að reyna að setja okkur í spor annara, að finna til samkenndar með fólki sem okkur ólíkt. Ég get aldrei fyllilega skilið raunveruleika fólks af erlendum uppruna á Íslandi eða fólk sem býr við fátækt og skort eða transfólks. En það breytir því ekki að ég hef hæfni til þess að hlusta og það sem getur reynst svolítið flóknara að trúa fólki þegar það lýsir sínum raunveruleika. Það þarf ekki að skilja allt niður í minnstu smáatriði til þess að virða fólk og finna sameiginlega þræði í reynslu okkar allra. En hvenær finnum við til samkenndar og hvenær ekki? Ég á ennþá eftir að finna þá manneskju sem ekki þykir vænt að minnsta kosti einn einstakling í sínu lífi, sem ekki vill vernda að minnsta kosti eina manneskju. Það sem misjafnt kannski á milli fólks hversu langt samkenndin nær, hver fellur undir hana og hver ekki.
Það hverri manneskju hollt að velta því fyrir sér hvaða hópa hún setur skör neðar, yfirleitt ómeðvitað. Hvenær finnum við ekki til samkenndar heldur til vorkunnar? Hvenær finnum við frekar til vantrausts, til fyrirlitningar? Til þess að geta beitt aðra manneskju órétti eða setið þegjandi hjá, meðan það gert, þurfum við nefnilega fyrst að hafa það á tilfinningunni að hún eigi það einhverju leyti skilið. Hvort sem það gildismat ómeðvitað eða meðvitað. Ég held að flest allt fólk sem tekur þátt í einhvers konar mannréttindabaráttu þekki eftirfarandi. Mannréttindabarátta snýst alltaf fyrst og fremst það að vera manneskja, að sannfæra fólk að maður sé jafn mikils virði og einhver annar. Sorglegasta birtingarmynd þessa í heiminum í dag fólkið í Palestínu sem tekur myndir af sínum verstu stundum og deilir á internetið í vonum að einhver sjái, að einhver hlusti. Og stundum hlustar fólk og grípur til aðgerða. Eitt af fallegasta sem gerðist á nýliðnu ári var þegar íslenskar konur fóru til Egyptalands og björguðu palestínskum fjölskyldum sem komnar voru með dvalarleyfi á Íslandi af Gaza. Þeim blöskraði aðgerðarleysi stjórnvalda og tóku málin í eigin hendur. Þannig að sítenging okkar við umheiminn getur verið jákvæð, en á sama tíma þá erum við ekki byggð til þess að vita af öllum heimsins þjáningum, af allri þeirri grimmd sem fólk sýnir hvert öðru. Að verða vitni að henni í rauntíma án þess að vera sjálf á staðnum. En mannsheilinn finnur samt líka almennt leiðir til þess að hjálpa okkur að lifa af. Erfiðar upplýsingar eru smátt og smátt gerðar bitlausari, þannig að þær særa okkur ekki eins mikið. Valda okkur ekki eins miklum harmi. Þetta heitir afnæming. Við þekkjum þetta öll. Nærtækt dæmi eru eldgosin á Reykjanesi. Erum við jafn miklu áfalli núna og við vorum í upphafi? Það orðið venjulegt í huga okkar að heilt bæjarfélag hafi þurft að flýja heimili sín á Íslandi? Ég veit fyrir mitt leyti að tilhugsunin þær raunir sem íbúar Grindavíkur hafa þurft að ganga í gegnum hefur á einhverju leyti vanist. Þar sem að áður var vantrú og sjokk standa eftir orðin svona þetta. Og þau sem lentu sjálf í áfallinu þurfa að berjast fyrir því að fá áheyrn okkar hinna, áheyrn stjórnvalda. Nákvæmlega sama gerist þegar ráðist að hópum fólks aftur og aftur og aftur. Þegar heilu hóparnir eru sagðir vera afætur á kerfinu, bera vott úrkynjun samfélagsins, þegar fullyrt að þeir séu ofbeldisfólk sem hættast af. Við hættum að kippa okkur upp við á endanum, að svona sé talað. Ekki af því að við erum vond, heldur af því að við afnæmumst fyrir ljótleikanum. Rannsóknir sýna að þegar við höfum mist næmnina fyrir því hvað eðlilegt að segja annað fólk, erum við líklegri til þess að samþykkja fordómafullar hugmyndir þessa sömu hópa. Svona virkar hatursorðræða og þess vegna hún alvarleg. En allt í lagi, við höfum ekki andlegan styrk, ekki endilega, til þess að vita af öllu því ljóta og erfiða sem gerist í heiminum án þess að afnæmast. En hver skylda okkar þegar við vitum af því? Hver skylda okkar þegar hatur og vantraust á tilteknu fólki í samfélaginu okkar að normaliserast eða venjuvæðast? Og þar kemur samvinnan til sögunar. Við erum, eins og ég nefndi áðan, byggð fyrir samvinnu. Þangað sem okkar persónulegu áhrif ná ekki til, þar treystum við á samfélagið okkar og fólkið sem við veljum og treystum til þess að stjórna því, til þess að gera hluti sem samræmast gildum okkar, samkennd okkar. Þegar þau gera það ekki, köllum við þau til ábyrgðar og þegar samfélagið okkar fer að venjuvæða mannvonsku í stað samkenndar, oft í nafni raunsæis eða skilvirkni, eða með því að stilla hópum upp hver á móti öðrum, þá berum við öll ábyrgð á því að vinna gegn áhrifum afnæmingarinnar hjá okkur sjálfum. Minna okkur á að allt fólk jafn mikils virði. Í búddisma lótusblómið sterk myndlíking, en lótusblóminu tekst að fá næringu úr gruggu vatni og samt tært og fallegt þegar það blómstrar á yfirborðinu. Það á sama hátt á ábyrgð okkar sjálfra að rækta með okkur eiginleikann til þess að sjá mennskuna í öðru fólki, öllu fólki. Leyfa ekki tíðarandanum, jarðveginum, að velja fyrir okkur. Leyfa engum að reyna að telja okkur trúum að okkar virði, okkar mennska, velta á því að svipta aðrenni. Þannig blómstrum við hvert og eitt, ýtum undir hið góða í kjarna okkar,
og þannig verður heimurinn að fallegri, betri og litríkari stað. Samtal, samkennd, samvinna, á þessu byggir mennsku okkar, kærleikurinn og samfélag. Og ég vona að þessi þrenning verði ráðandi hér í Garðabæ og í íslensku samfélagi öllu á árinu 2025. Gleðilegt ár.